Þú þarft skæri og garn til að búa til dúsk. Byrjaðu á því að vefja garnið utan 4 fingur. Það ágætt að hafa smá bil á milli puttana, því þannig kemur í veg fyrir það að vefja of fast og stöðva blóðflæðið fram í fingur. Ef þú vilt gera minni dúsk þá vefurðu bara utan 3 putta eða 2. Það ágætt að vefja svolítið vel utan hendina til að dúskurinn verði sem stærstur. Þegar þér finnst hann vera orðinn nógu stór þá tekurðu dúskinn af hendinni. Ef þú notar lopa eins og ég, gott að finna garn sem svolítið sterkara til að binda hann miðjan. Og ekki verra að hafa það í sama lit. Þú gerir 2-faldan hnút og svo rembihnút og passar þig að herða vel að dúskinum svo hann detti ekki í sundur þegar þú ferð að klippa. Þegar þú klippir dúskinn þá ferðu með skærin inn á milli lykkjanna, klippir í sundur, báðum megin og ýfir dúskinn svo svolítið upp. Það er ágætt að slá honum aðeins í borðbrúnina til að ná honum betur í sundur. Svo snyrtirðu dúskinn vel og vandlega. Það er ágætt að klippa frekar vel af honum til að fá hann sem þéttastan og kringlóttastan. Og í rauninni klippur hann bara þangað til þér finnst hann vera orðinn fullkominn. Það gæti tekið smá tíma. Passaðu að klippa ekki af bandið sem þú notaðir til þess að binda utan dúskinn miðjan til að byrja með. Því að þú ætlar að sauma dúskinn við eitthvað eins og til dæmis húfu, þá notarðu það band. Nú ertu komin með þennan fína dúsk.